Hi, awesome Indisla. First today, on this wonderful Friday. It's a wonderful day, and may God bless you who are listening. And now we are on chapter 5 in Matthew. Og nú erum við komin á 5. kafla í Matthews og við munum lesa hann í dag. Og megi þessi orð blessi ykkur og verið ykkur til uppbyggingar. And may this word bless you and give you inspiration, and God bless on this beautiful day. We love you. We love you. They love all of you. In Jesus' name, amen. And everybody say amen. And now my wife is going to start this with a little prayer. Já. Já, Drottinn minn Jesús, ég legg þessa stund í þínir hendur, heilagur andi. Ég bið svo blessi varir okkar Sigga og gefir okkur frið í hug okkar og hjarta okkar, Drottinn minn, og líka þeim sem heima að hlusta. Og blessur okkur öll í Jesu heilaga nafni. Amen. In Jesus' name, amen. Já, við ætlum að lyfta upp 5 nöfnum upp í náðuna. We're going to lift up 5 names up to grace. Við ætlum að lyfta upp Óskari. We're going to lift up Óskar. Við ætlum að lyfta upp Gunnari. We're going to lift up Gunnar. Við ætlum að lyfta upp Hafliða. We're going to lift up Hafliði. Við ætlum að lyfta upp Agnari. We're going to lift up Agnar. Við ætlum að lyfta upp Snorra. We're going to lift up Snorri. Yeah, and we ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are struggling with, and God knows what they are struggling with, and we just need to pray for them and bless them, and then God is gonna bless them surely in Jesus' name. Og munið að lyfta þeim upp í bæn og biðja fyrir þeim, og við biðjum að þá mun Guð blessa þau. Amen. In Jesu nafni, amen. And everybody say amen on this beautiful Friday. Já, bara 5. kafli í Matthews. Yeah, now I'm gonna start this. Always me, always my brain always going somewhere. Chapter 5. Þegar hann sá mannfjöldan, gekk hann upp fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum, kenndi þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríki. Sælir eru sorgbinnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlæti, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeir mun miskuna verða. Sælir eru hjartareinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ósáttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsakja, ljúga á yður öllu illu mín vegna, verið glaðir og fagnir, því að launið eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eru saltjarðar, ef salt dofnar með hverju á að selta það. Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða það undir fótum. Þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker heldur á ljósastíku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal manna, að þeir sjáu góð verk yðar, vegsama föður yðar sem á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur til að uppfylla. Sannarlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líði undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennur öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki.
en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlætið að ber ekki af réttlæti fræðimannanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafði heyrt að sagt var við forfeðurna að þú skalt ekki morðfremja, sá sem morðfremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi þér, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu, og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldisvítis. Sérstu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skila gjöf þína eftir fyrir framan altarið. Fara fyrst og sættast við bróður þinn og koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarunum þjónunum og þér verði varpað í fangelsi. Sannarlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafi heyrt að sagt var, þú skalt ekki drífa hór, en ég segi þér, hver sem horfur á konu í gyndarhug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt tælið þitt til falls, þá ríð það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælið þitt til falls, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allir líkami þín farið til helvíti. Þá var sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf, en ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór, og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurnar, þú skalt ekki vinna ranga eið, en halda skaltu eið þína við drottin. En ég segi yður að þér eigi alls ekki að sverja hvorki við himinn, því hann er hásæti Guðs, né jörðina, því hún er skör fóta hans, né við Jerúsalem, því hún er borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt, því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart, en að þegar þér er talið sé já eða já og nei sé nei. Það sem umfram kemur frá hinum vonda. Þér hafði heyrt að sagt var, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, en ég segi yður, rísi ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, sláið einhver þig á hægri kinn, þá bjóðu honum einni hina. Og viljið einhver þreyta lög við þig, hafa af þér kyrtlið þinn og gefið honum eftir yfiröfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Gef þeim sem biður þig og snúu ekki bakið þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafi heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elski óvini yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum. Lætur sól sína renna upp fyrir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það. Gjör ekki tolli innheimtumenn hið sama. Og hvað er það þótt þér heilsi bragðið yðar í einum og geri heiðnir menn ekki hið sama. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn. Í Jesú nafni, amen. Amen. And now we are gonna play this in English in Yes. King James 16:11. Matthew 5.
And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth, and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced,
committeth adultery. Again ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea, yea, nay, nay. For whatsoever is more than these cometh of evil. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Be therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. I Jesu nafni, In amen. Jesus' name, amen. In Jesu nafni, amen. Amen. Beautiful words, Yes. wise words. Like I always say, be good to your neighbor and pray for your enemy. Yes. Eins og ég segi alltaf, elski náungan og bíði fyrir ofin ykkar. Amen. Og þetta voru vitur orð sem voru sögð. Og nú gest er það sá tími að þú hefur ekki tekið Kristi lífið þitt og hafðu þessa bæn eftir mér. If you haven't received God into your life, take this prayer with me. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndi mínar og reist upp frá dauðum til lífs. og þú reist upp frá döðum til lífs. Ég bið þig að fyrirgefa mér Ég bið þig að fyrirgefa mér syndir mínar, syndi mínar, hreinsa hjarta mitt hreinsa hjarta mitt og ger mig að nýrri manneskju. og gera mér nýrri manneskju. Ég opna hjarta mitt fyrir þig nú. Ég opna hjarta mitt fyrir þig nú. Jesús kom inn í líf mitt Jesús kom inn í líf mitt og vertu drottinn minn og frelsari. og vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að ég er nú barnið þitt, að ég er nú barnið þitt, fyrirgefinn, fyrirgefinn, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú Jesú nafni, amen. Now we're gonna have it in English. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins I rose again from death to give me life. and rose again from death to give me life. I ask you to forgive me all my sins, I ask you to forgive me all my sins, cleanse my heart, cleanse my heart, and make me a new person. and make me a new person. I open my heart to you now, Jesus. I open my heart to you now, Jesus. Come into my life and be my Lord and Savior. Come into my life now and be my Lord and Savior. From this day forward, From this day forward, I choose to follow you, I choose to follow you, to love you, to love you, and to I live according to your word. and to live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that now I'm now your child, that I'm now your child, forgiven, Forgiven, born again, and born again, deeply loved and deeply loved by you in by you. Jesus' In Jesus' name, Amen. And love. Bye bye. Okay, bye.